Já, komiði sæl og blessuð, við bíðum spennt eftir því hvað verður úr ríkisstjórnar samstarfinu, hve mikil áhersla til dæmis verður á umhverfismál. Maður telur sig finna bakslag í þeim efnum, ekki bara á Íslandi, heldur jafnvel á heimsvísu. Eitt dæmi það að í gærmorgun þá flutti Viðskiptablaðið hér á landi okkur frétt að stóru bankarnir erlendis væru að gefast upp á loftslagssamkomulagi. Og það var svona nánast sigri hrósandi tónn í þeirri frétt að Morgan Stanley, Citigroup og Bank of America hafa semst ákveðið að segja sig úr loftslagssamkomulagi sem fjárfestingarbankarnir Vestanhafs skrifuðu undir fyrir nokkrum árum, ég held að það hafi verið 2021. Og síðast í gær þá ræddi ég við Trausta Jónsson veðurfræðing sem að nefndi það að sumir Íslendingar taka kuldapollin sem hefur verið núna yfir Íslandi og telja að hann grafi undir fræðum vísindamanna hnattræna hlýnun. Sennilega þetta einhverju leyti tengt því að við þurfum að hafa svolítið fyrir því að byggja áfram þessa jörð og njóta lífsgæða. Við þurfum kannski að hugsa okkar líf með öðrum hætti ef við höfum gert það og það kann að vera mikilvægt að setja álögur á þau fyrirtæki sem að menga mest og eru okkur skaðleg okkar framtíð. En til að ræða þessi mál í viðri mynd komin í hérna Árni Finnsson frá Náttúruverndarsamtökum Íslands. Vertu velkomin, Árni. Takk. Gleðilegt árið svo við byrjum á því. Já, gleðilegt ár. Þessi frétt sem ég vitnaði í Viðskiptablaðinu, ertu sammála mér með að það er einhver tónn þarna sem manni finnst svolítið óþægilegur? Það búið að vera tónn í Viðskiptablaðinu svona allt í lengi, finnst mér sem að... Hvað var þetta? Sem svona, hvað maður segja, það eru ekki mjög hlindir umhverfisvernd. Nei. Ekki heldur Viðskiptaráð. Nei, það er nú eitt. Og ekki heldur Samtök atvinnulífsins. Nei. Eru þetta stofnanir sem að bara neita að hugsa morgundaginn? Ég veit svo sem ekki hvernig hugsa, en ég held að það bara verið hér mjög sterkur tónn í atvinnulífinu allt í lengi. Það er svona svolítið grænt mála yfir þetta sumtjáðum, en það er komið mjög skýrt fram á hálfu Samtaka iðnaðarins, Samtaka atvinnulífsins segi að undanfarna að Ísland getur ekki dregið úr losun. Við erum ekki þessi umkomin, við erum svo góð nefnilega, við erum búin að gera þetta allt, við erum búin að leysa málið af því að við erum með svo margar virkjanir sem ekki losa gróðurhúsalofttegundir og það er búið svona alltaf einhlega áraður að hálfu atvinnulífsins í þá lund að því að við notum svo mikið hreinni orku, þá þurfum við ekki að gera neitt. Það sé bara ekki sanngjarnt að Ísland gerir nokkuð. Og ég sá síðast Albert Jónsson sendiherra fyrrum halda þessu fram á Facebook bara fyrir nokkrum dögum. Hann segir að Íslendingar eigi að njóta ívilnana, við eigum ekki þurfa að leggja okkur sömu byrðir af því að hlutfall hreinorku og grænnar orku sé svo hátt hjá okkur. Já, ég er nú ekki sammála þessu, en sko hann kannski kemur aftan úr þeim skóla sem að myndaðist þegar hann var að vinna fyrir Davíð Oddsson í forsætisráðuneytinu og stefna stjórnvalda var eindregið sú að við ættum að fá undan þá frá þessu öllu saman. Já. Sem við fengum á fyrsta skuldbindingartímabili Kjótóbókunarinnar 2008 til 2012 en það er ekki þar með sagt að við hefum fátt það að eilífu og að því að aðrar þjóðir Evrópu flesta hverjir að reyna að draga úr losun og sem gengur ekkert endilega illa það búið að loka síðasta kolefinin í Bretlandi notkun endurnýjar orkugjafi í Evrópu eykst töluvert þannig að við erum ekkert svo sérstök sko. Okkar losun er alveg gríðarlega á haus. Já, en það og svo erum við líka með eins og þetta nú skipt upp í þessum samningum að hinn svo kallaða samfélagslosun. Það er að svara losun frá starfsemi samfélagsins, getum við að kalla það er ekki stóriðan og það er ekki alþjóðlega skipasiglingar til dæmis, það er ekki flugið nema innan Evrópu og
þar náttúrulega ansi mikið losun hjá okkur og stærsti parturinn er því bílaumferð, vegasamgangur. Og það eru 33% af heildinni. Þannig að það er náttúrulega mjög mikilvægt að draga úr losun frá vegasamgangum, skipta út bensín- og dísilbílum fyrir rafmagnsbíla. Í öndverða hefur gerst. Já, það er eins og menn er bara allt í einu mist buxurnar niður í sig hjá stjórnvöldum og bara glemt hvað er alltaf að gera. Þetta byrja nú, kannski var farið að tala þetta kringum 2012 og svo það 2015 skamma fyrir Parísarsamningin þá voru það Sigurður Magnúsdóttir, þá var hann umhverfisráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson segi ég, og svo Sigmundur Davíð og þau voru með nýja stefnu í umhverfismálum sem kallaði sóknaráætlun eða eitthvað slíkt. Og þá var planið það að fjölga hleðslustöðum þannig að fólk geti keypt sér rafmagnsbíla og styrkja innviði. Já, og það fór í þetta heila 67 milljónir í 3 ár sem var ekki neitt en það hefur alltaf tíð frá þeim tíma verið svo stefna uppi að með því að styrkja innviði fyrir rafbíla það myndum við og leið þá veita afslátt á rafbílum þá myndum við styrkja þennan hluta vegasamgangna sem myndi þá draga úr losun. En það markmið bara ekki nást og það, eins og ég segi, þeir mistu bara buxurnar niður sig fyrir og breyttu kerfinu. Tók upp kílómetragjald og... Já, og allt í lagi með það, en einhvern veginn almenningur fekk bara þau skilaboð að nú erum við hættir að styrkja rafmagnsbíla sem neinu nemi. Það var einhver milljón sem fólk fekk ef að bílinn kostaði ekki meir en 10 milljónir. Þetta hljómar allt frekar leiðilegt, Þetta er svona smáatriði en aðalatriði náttúrulega það bara að fólk sjá sér hagi að kaupa sér rafmagnsbíla. En svo kannski gleymdist hitt að það er dálítið sérstakt að styrkja fólk sem kannski mest býr í Garðabæ til að kaupa sér rafmagnsbíl. Og svo fá hinn ekki neitt. Nei. Og það hefur kannski verið skynsamlega að reyna að finna leið til að þeir sem ekki hafa efni á að kaupa sér rafmagnsbíl að fá einhvers konar annars konar bætur, annars konar aðstofun sem það er ekki bara þeir sem eru vel efnaðir sem eiga að njóta umhverfisækjarna. Já, og svo náttúrulega hjálpar okkur ekki að við höfum veðjað náttúrulega í gríðarlega mæli á ferðaþjónustuna sem að kallar á alveg gríðarlegt magn ökutækja og við erum náttúrulega mörguleiti með bara þannig land, stórt land, fáa íbúa. Það þarf að keyra langar vegalengdir á milli og Ég held að kannski mesta vandinn hafi verið að ferðaþjónustan kaupi gríðarlegt magna bílum fyrir bílalegur og það hefur ríkt ákveðin tregða að kaupa rafmagnsbíla fyrir bílalegur og það hefur verið reynt að bæta úr þessu þegar þú sér að þú kemur sur að Keflavíkurflugvöll það er búið að setja hérna upp rafhleðslustöð mjög stóra fyrir bíla en ég held að þetta er að gera miklu betur og þetta kostar þetta. Já. Ef maður sér ökutæki í miðborgum sumra evrópskra borga, núna þá eru þau öll rafmagnsdrifin, meir og minna. Maður finnur alltaf dísillykt lengur í sumum borgum. Alltaf ekki Oslo. Alltaf ekki Oslo. En þeir borga þetta náttúrulega niður. Nú er 100%, næri 100% öllum bílum sem seljast í Noregi eru rafmagnsbílar. Þeim fer fjölgandi í Svíþjóð en þar hefur nú verið vandamál með í þeirri ríkisstjórn sem það er núna Svíþjóðademókratar þessi hægri öfgaflokkur þeir hafa komið veg fyrir umbæti til að draga úr losun. Nú spyr maður sig Árni
Það ekkert mjög mikið umhverfismál í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Það verið að tala að einfalda ferla, stytta kannski leiðir til þess að taka virkjun og nýtingaflokki og eitthvað svoleiðis. Útfærslan kannski ekki alveg skýr. Við erum með Jóhann Pál núna, umhverfisráðherra. Hann ungur, það gæti hjálpað okkur vegna þess að ungt fólk með að jafnaði annað viðhorf til þessara mála heldur en þeir sem eldri eru af eðlilegum ástæðum. Það mun frekar bitna á þeim og börnum þeirra heldur en mér og þér, þessar breytingar sem að verða í heiminum. En eftir að Vinstri grænir falla af þingi bara komplett, hverjir eru þá málsvarar náttúrunnar og umhverfisins á þingi sýnist þér núna? Í stjórnarandstöðunni eru náttúrulega ekki margir eftir. Nei, ég held ekki, og það svona dálítið óljóst hvað þessi ríkisstjórn mun gera í við þurfum að venda náttúrunum miklu betur heldur en við hefum gert. Það væri náttúrulega mjög gagnlegt að við stofnuðum þennan þjóðgarða miðhálendi Íslands bara til þess að styrkja okkur í samkeppni ferðamenn til dæmis. Það væri mjög gagnlegt að ferðamenn viti sem hingað koma og margir að þeim hugsa á ég að fljúga þangað, þetta ekki langt og hvernig get ég þá alltaf mjög gagnlegt að þau geta bara treyst að hafa rafmagnsbíla og svona léttir það eins og samvinskunni kannski. En ég held að ég sé ekkert í stefnuyfirlýsingunum sem segir mér að þessi ríkisstjórn alltaf draga úr losun. Nei. Og það ekkert í henni heldur sem að segir mér að menn ætla að gera átak í náttúruvernd, að miklu frekar að menn ætla að virkja, það kemur fram og einfalda ferla, þetta hljóma bara eins og Guðlaugur Þór. Það sem svolítið sérstakt líka að fyrir kosningarnar það var bara, ég sé nánast engin umræða umhverfismál og menn voru að tala að það hefði skýrst af því að það væru brýnni verkefni, það væru húsnæðismálin og vaxtamálin og bara heilmargar fjölskyldur væri að sogast niður í svelgin, unga fólkið væri allt meira og minna bara neitt til þess að flýja Íslanda því hér var engin þök yfir höfuð og eitthvað svona. En þetta ekki er þetta nokkuð sér íslenskt fyrirbæri? Er ekki bara svona, hefur ekki efasemdamönnum í umhverfismálum hefur ekki vaxið fiskur hrygg langt út fyrir landsteinuna? Það svolítið erfitt að dæma þetta. Ég held að kjör Trumps hafi valdið því að bæði í Evrópu og við annars þá sér fólk fram á að Bandaríkin ætla ekki að gera neitt nema til bölvunar. Og það nú þannig þessum alþjóðlegu samningaviðræðum loftslagsmál kom bara í mjög ljós þegar Bush yngri sagði Bandaríkin frá Kyoto-bókuninni 2001 minnum að verið ef að Bandaríkin ekki með í því og taka ekki forystu ekki forystu að bara nefnast dæmi Parísarsamningurinn verður til fyrir forystu Bandaríkjanna mikið að það voru Bandaríkin sem tóku og drógu vagnin þannig það voru Bandaríkin sem að náðu samningu við Kínverja og Indónesía til að fá þá til að koma inn í en Trump ætla náttúrulega ekki að gera neitt slíkt og þá náttúrulega hætti því að við heim þá sjá að menn ekki neitt tilgang í sig lengur það hætti því. Svo svona, maður greinir svona vaxandi nationalisma og lokal patriotisma hjá þjóðum að þær segja í vaxandi mæli finnst mér við gerum bara það sem okkur sýnist og svona alþjóðasamvinna hún heldur á undanhaldi og þessi sigrar verða náttúrulega ekki unnir nema með þéttriðinu neti
alþjóðasamvinnu eða hvað? Já, og allir geti treyst því allir ætla að gera eitthvað og Kínverjar losa langmest allra þjóða núna en sögulega séð hafa Bandaríkjamenn losað langmest sögulega séð síðastliðin 150 ára eða eitthvað svoleiðis og þessi flækir málið að mengun spyr ekki landamæri, bara ferðast og gerir það ekki og þá afstæð Kína svo að já, þeir eru búin að skemmta okkur inn í 150 ár og við erum núna búin að vera að komast til efna með innvæðingu og aukinni kolaorku og svo framvegis og við viljum fá að gera það einmitt koma nú fara löpar minn þetta svolítið svona mér smundi sín eftir hvað erst í tímanum en það verður nábili beggja sko. Evrópusambandi vill gjarnan verið í forystu þessi máli það er alltaf einhver ríki innan Evrópusambandsins sem að draga hinn niður eins og Pólland var nú áður fyrir mjög erfitt sko varandi í kólin þeir brenna mikið á kólum í nýjir ráðamenn í Tékkóslóvakíu Slóvakíu sem að hafa ekki mikil áhuga á því að draga úr losun og þannig að það er erfitt þó svo að Þýskaland eða Frakkland og áður Bretland væri forysturíki þá voru mörg önnur ríki sem voru það ekki og það er náttúrulega ekki þannig að Þýskaland, Frakkland geti teymt önnur ríki jafnvel þú hafi aðstoð frá Svíþjóð, Danmörku Finnlandi, Hollandi en það eru mörg önnur ríki sérstaklega í Austur-Evrópu sem hafa ekki mikið áhuga að leggja mikið á sig Nei að því minnist á Pólland þá rifast það núna upp fyrir mér að skömmu eftir innrás Rússa í Úkraínu þá fór ég ferð út sem blaðamaður og ég ók eiginlega alla pólsku sléttuna frá Varsjá að landamærum Úkraínu og heimleiðinni þá sá ég að það voru eldar út allt og þá var sem sagt þróunastig Pólverja ekki hærra en það á þessum tíma að sko bara út allt land þá kveikir fólk í sinu eigin sorpi já bara réttur utan heimili þá bara loguðu eldur út allt það sem menn voru að kveikja í sinu eigin sorpi og og það, þú veist, það er svona já, þetta er svona áminning það að við erum náttúrulega stödd á svo mismunandi stöðum sko, þótt við reynum að hugsa veröldina sem eina heild bara allams samanber Evrópu umræði Já, sko, ég man nú eftir því að við marga sveitabæi voru svona tunnur sem brendu fólk brendi í sorpi allskyns aðgangi og svo lasna við það sko ég veit nú ekki hversu mengandi það var svo sem það ekki endilega mikið að plasti þá en ég sko næsta stóra verkefni aldrei veit hún ger að ná samningi samdrátt í notkun plasts og samningi hvernig við getum farga plasti á þess að menga með því og getur verið mjög hættulegt að brenna plasti en það er svo mikið efnum í því sem það þarf allan að brenna við mjög hátt hitastig til að losna eiturefnin og ég held að þetta skipta okkur miklu máli en þess að þetta mengar hafið og ef að fólk fær fyrir sig neytendur að ef þú borðar fisk þá er þetta borðað fatsal plast þá kannski vilja neytendur ekki kaupa fisk ekki mikil umræða var miklu meira umræða en þetta fyrir 20-30 árum en sem sagt hér altså hjá sjávarútveginum ég bara finn ekki og sé ekki að sjávarútvegur hér við land á nokkuð áhuga umhverfismálum ekki mikið svona
eitthvað smá en ekkert sem telja neitt svona nauðið sko. Vísindamenn hafa líka undrast hvað bara íslenska ríkið sjálft að vinna lítið af rannsóknum til þess að vega og meta áhrif umhverfisbreytinga á fiskistofnan okkar og svona og réttilega það við erum náttúrulega svo viðkvæm, við erum svo næm fyrir þessu að maður skildi ætla að við værum á fullu að huga að þessari framtíð. Ég skil sjávarútvegsins á Íslandi þannig að þeir hugsi bara og menn og þeir græða núna á táfingri og þegar eða fiskstofnar verða fyrir alvarlegum áhrifum eða markaðurinn skerðast vegna mengunar eða hvað það nú súrnun sjávar þá voru þeir búin að græða þessi peninga það geta flutt til Sviss eða vilja græða á tá og fingri og væla á tá og fingri sem aldrei fyrr. Núna það sko einhverjum óljósum hugmyndum ríkisstjórnarinnar auknar strandveðar að kenna að það að verða meiri samþjöppun. Því hélt einhver snillingurinn í stjórnarandstöðinni fram í Silfrinu í gærkvöld. Þannig að það við ramman reip að draga. En Árni, við hófum þetta spjall á svona viðhorfi, við vorum að tala viðskiptablaði, við vorum að tala þessa bandarísku banka sem að segja sig úr loftslagssamkomulagi og kolefnisjöfnun virðist ekki vera kannski jafn eftirsóknarvert markmið núna hjá sumum einstaklingum og fyrirtækjum eins og umræða var fyrir nokkrum árum. Maður fylgdist ákveðinni bjartsýni með Gretu Thunberg fyrir COVID-faraldurinn þá voru þessi mál ég á sjálfur börn á þeim aldri að við vorum að ræða umhverfismál á hverjum einasta degi og það var svona ákveðin von í gangi, það voru þessi verkföll, skólaverkföll og það virtist vera sem allur heimurinn ætlaði að bara svona vinna sig saman í gegnum þennan vanda en það bakslag. Já, svolítið erfitt átt að sjá hvernig hann sko Greta Thunberg hún sagði einfaldlega sko ríkisstjórnir aðildarríki Parísarsamningsins aðildarríki loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna sem að Parísarsamningurinn heyrir undir þau hafa samþykkt vísindalega skýrslur hverja á fætur annarri þau hafa öll viðurkennda til að koma í veg fyrir loftslagshamfarir þá þurfum við að draga verulega losun og hún bendir rétt til á þið að segja eitt og gera annað þið farið ekki að ráðum ykkar eigin vísindamanna og þarna 2021 þegar náðist að halda loftslagsþingið í Glasgow COP21 minnum það verið þá hélt hún sig utan við ráðstefnuhöllina og vildi meina að það var ekki að gera neitt gagnað inni. Ég skal ekki segja til það en hennar rök eru mjög sólíd. Ríkisstjórn Íslands hefur skrifað undir allar vísindaskýrslur Sameinuðu þjóðanna. Þeir taka undir öll varnaðarorðin en þeir hegða sér ekki þannig. Nei. Og þannig það með flest önnur ríki. Ég meina Svíþjóð var með mjög metnaðarfull markmið samdrátt og það eru fleiri ríki í Evrópusambandinu sem tók á sig meiri byrðar heldur en kannski hefðu þurft að taka en almennt séð þá hafa ríki heims ekki farið að þeim vísindum sem þau hafa þó viðurkennt og Ísland hefur skrifað upp á það, Norðurlöndin og öll skrifað, Evrópusambandið allir skrifað upp á það þurfa að halda hækkun hitastigs andrúmsloftsjarðar innan við 1,5 gráðu. En maður getur ekki einu sinni rafbílavætt flotan hérna sko. Eða allavega þá var verulega afturkippur í því síðast ári og engin veit heila af hverju það er eins og einhvern veginn að bara leki niður
við nefndarborðinu á Alþingi eða í stjórnarráðinu eða hvað er 2001 í Glasgow þá kom Joe Biden forseti Bandaríkjanna og hann sagði America's back en það voru margir hann inni sem að hugsaðu er það núrugt vegna þess að það er svo sterk öfl í Bandaríkjanum sem að vinna gegn því að draga úr losun. Það voru líka mjög sterk öfl hér á landi sem unnu gegn Gretu Thunberg. Ég man nú bara eftir að Davíð Oddsson skrifaði leiðara til höfuðsenni. Sigmundur Davíð sagði afskaplega ljót orð hana og svo framvegis að það var eiginlega ótrúlegt að verða vitni að því hvernig hálfur heimurinn að minnst kosti laðist á hana og... Já mér þóttin eins og ummæli Morgunblaðsins eða Davíðs Oddssonar eða hver það nú var sko þetta voru þetta ekki bara minnimátt að kenna hvað barni sænsku stúlkubarni kannski ég held að svo ákaflega slagur málflutningur verði að segja en þú sagðir áðan þegar ég spurði hverjar eru þau raddir umhverfisverndarinn á Alþingi eða þær eru það minnst kosti ekki sterkar í stjórnar andstöðunni en finnur þau einhverjar sterkar raddir í meirihlutunum, í ríkisstjórninni? Það er náttúrulega kannski ekki komin eitt ennþá sem að getur sem er haldbært sko Nei. Það væri mjög skemmtilegt ef að Jóhann Páll tæki sér til og bannaði svartolíu innan 12 mílna landhelgi, alfarið. Það búið að vera bitbein lengi, það ekki? Guðlaugur Þór, honum tókst það ekki. Hann laði ekki í það. Nei. Og það var náttúrulega mjög gott ef að þessi ríkisstjórn setti upp einhver markmið stjórnarmönnum, þeir tala gjarnan um þeir sé svo metnaðfullir í loftslagsmálum. En þeir sé aldrei hversu mikið er alltaf að draga úr losun. Nei. Bara metnaðfullir. Hugtök eins og kolefnishlutleysi þýða ekkert nema menn viti hvað á að draga mikið úr losun og við erum ekki ennþá komið það langt að við getum sagt að eitthvað ákveðið magn af skógrækt eða ákveðið magn af endurheimt votlendismunni jafna út eitthvað sem við erum að losa það vantar tölurnar það vantar ég var nú komið að skýsla frá Guðlaugi Þór að rétt ára hann hætti svo kallar kolefniseiningar og bara hugsaðir einn rúmmetri af koldíoxíði er 1 tonn hvernig mælum við það og ef á að binda 1 tonn af kolefni með skógrækt þá verðum við að átta okkur því að fyrstu 10 árinu minnskosti það binst nú mjög lítið ekkert af kolefni vegna þess að tréð er að komast upp í mólendi sko kannski ekki verið í 15-20 ár sem er einhver bindingar á því og þá erum við bara að halda fram að losa allan tíma hvaða binding er þetta? Þetta er svona þetta er kallað binding í bið sem er náttúrulega bara ekki binding og það vantar umræði hérna það hvernig Ísland ætlar að draga úr allar þessari losun sem sjávarútvegurinn segist bara vera búin að þessu það er alltaf rétt hjá sjávarútveginum að vegna kvótakerfisins þá fækkaði skipum og vegna kvótakerfisins þá verður vélarnar nýrri og öflugri við veiðum miklu minna þorski heldur við gerðum við að því að þorskstofninn hefur svona aðeins tekið við sér ekki í beinni hættu þá vita menn hvar fiskurinn er að eyða minni olíu á því þurfi ekki að sigla öll miðins að finna þetta litla sem eftir var og þannig að verður segir sér sjálft að með kvótakerfinu þá varð losunin minni vegna þess að færri skip öflugri skip og svo framvegis en
Núna sjávarútvegurinn með cirka 20% af heildarlosun Íslands í þessum samfélagslega hvað heitir það, samfélagslegu geirum. Já, utan ETS sem sagt. Já, utan ETS og þá eins og landbúnaður, sjávarútvegur, minnið innaður, vegasamgöngur, urðun úrgangs. Að þarna greinlegt að sjávarútvegurinn verður að gera miklu betur. Hvernig fyrir við að við veit það ekki, en hætti nú að vælum þetta með fiskibræðslunar. Finnið einhverja aðra leiðir heldur en nota rafmagn. Akkur ekki bara búa til lífrænu olíu úr öllum úrgangnum sem að sjávarútvegurinn skilur eftir sig. Og reyna að knýja þetta áfram að lífrænu olíu. Það væri nú mikið framför. Já. Látum þá brýningu frá þér, Árni Finnsson, á Náttúruverndarsamtökum Íslands verða loka orðin. Þakka þér kærlega fyrir komuna og við förum yfir í aðra sálma. Áhorfendur og hlustendur kærir. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is